Óttar, nú ert þú búinn að spyrja ykkur hinn þrjú hvað sé til dæmis uppáhaldspersóna í þessari miklu sögu. Hver er þín uppáhaldspersóna í Sturlungu? Sturla Sighvatsson, ættarlaugurinn, sem að við Sturlungar erum alltaf stoltastir af. En hann er mín uppáhaldspersóna og í öllum sínum, og allur þessi harmleikur sem er í kringum hann er náttúrulega afskaplega heillandi, en ég hef alltaf dáðst að Sturlu Sighvatssyni alveg frá því ég var barn og ég mun halda því áfram. Þá er það náttúrulega spurningin, hver er þeir verst við úr þessu miklu persónu? Gissur Þorvaldsson, alveg bara þarf ekki að hugsa mig um. Ég er náttúrulega búin illa við Gissur Þorvaldsson frá því ég var líka barn og og er alinn upp í miklu hatri á Gissuri og öllu sem að hann stendur fyrir og er í raun og veru svona alveg jafneiginlega svona reiður út í hann í dag og ég er búin að vera í raun allt mitt líf, þannig að það er mjög einfalt. En eftir því sem þú kynnist honum betur, verður ekkert, fellur ekki? Ég er svona aðeins orðið mildari í afstöðunni, sko. Já, þetta er það sem merkilegt og segir hversu margbrotnar lýsingar eru á þessu fólki í sögunni að menn sjá mjög gjarnan kynnast ólíkum hliðum. Já. En hver telur þú að sé stærsti atburðurinn eða svona? Ég er sammála því að ég tel það vera Apavatnsför og síðan Flugumýrabrennu. Ég tel það að Apavatnsför er eiginlega örlaga ríkasta stund Sturlufrænda míns og það er eiginlega þegar hann forklúðrar mjög góðri stöðu og eiginlega forklúðrar öllu sínu lífi og framtíð ættarinnar og það finnst mér náttúrulega að vera örlaga ríkasta stund í þessari sögu. Og svo náttúrulega Flugumýrabrenna sem er löngu síðar, sem er einhvern veginn svo mikill harmleikur vegna þess að það stefnir allt í frið loksins að það verði friður í landinu og síðan mistekst þetta allt saman og það verður úr þessi gríðarlega miklu ófriður, kannski vegna þess að brennumönnum tekst ekki að ætlunarverk sitt sem var að ráða Gissur á dögum.